Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venlu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst að horfa á góða mynd, kaupa Pop Smell og Doritos. Við ætlum að tala Justice League. Yes. Snyder Cut. Hashtag restore the Snyderverse. Ertu komið þangað? Nei, en ég er satt all for it, skilur við. Ok. Algjörlega. Ánu tölum þessa útgáfu. Þú sást væntanlega uppræðanlu sem kom í bíó, sem Joss Whedon kláraði. Að því Zack Snyder, eins og þú veist, hann gæti ekki klára sín útgáfu. Nei. Út af mismunandi ástæðum, en aðalega út af... Persónum ástæðum. Dóttir hans féll frá og hann bara í rauninni þurfti að fara að sinna fjölskyldu sinni, eðlilega. Hvernig fannst þér Whedon útgáfan? Þú veist, ég dýrka Whedon og, þú veist, það voru svona Whedon moments í myndinni sem ég bara svona, nice. En það var ekki struktúr í þessar mynd, þetta var klárlega bara skítamix og fyrir það var ég reiður. Þetta var Justice League, búið að setja standardinn fyrir Avengers, þannig að þú veist, ef þú nærið ekki alveg því, þá ertu ömulur, en ef þú ert bara venjulegur og eitthvað fyrir neðan venjuleg mynd eða svona ágætlega góð mynd, þá sökkar og þessi mynd sökkaði. Hún var bara eitt mesta catastrophe sem ég séð af superhero mynd ever. Og líka þú klúraðir Justice League. Justice League er Avengers DC Universe. Þú veist, þú klúraðir, skilju. Já. Fannst þú skemmtileg? Þú veist, Joss Whedon humorinn, hann nær mér, skilju. Og mér fannst alveg einhver mót að, en bara, þú veist, þetta passa ekki inn í myndina, veist, hann tók eitthvað sem Snyder var búinn að gera og var innspýta sínu dóti og líka bara breyta allir sögunni. Þetta bara virkaði ekki. Þú veist, þeir hefði átt að gera hann upp á nýtt með Whedon, en ekki... Frá grunni? Já. Þá hefði hún verið örgulega geðveik, en út af því að Whedon var að skýta með sig eitthvað saman, skilju. Og ætla var þetta bara eitthvað shit show, skilju. Og þeir eru bara svona rosalega ólíki kveimningjana. Já, þeir eru bókstaflega, þú veist, þetta er eins og setja, þú veist, Kubrick og Judd Apatow saman, þú veist, og Judd Apatow að klára, þú veist, Kubrick-myndina, skilju, líka við. Þú veist, það er mikið kontrasting munur á hvernig þessi menn búa til bíómynd, skilju. Líka bara lúkkja á myndanum af Snyder og lúkkja út, þetta er bara svo allt öðruvísi maður. En það var svolítið auðlast núna, eftir að maður sá síðan Snyder Cut. Sem var svo, svo geðveikt. Pældi, við búum í, við getum acknowledge eitt þetta, við búum í heimi, svona þetta gerðist. Multi-million-dollar bara franchise og studio var samfært af aðdáendum til að klára einhver aðra útgáfu af risa budget bíómynd. Þetta hefur aldrei gerst áður í bara history, skilju. Nei, hann fekk líka auka $70 million sem er til að klára hana. Og ekki bara það, maður fann það bara á bíómyndinni, hann fekk allt creative freedomið, allt. Já, hún líka 4 klukk. Já, það var ekkert on the cutting, hvað heitir það, cutting room floor. Nei, það var bara ekki nei. Snyder fekk að ráða öllu og ég einhvern veginn svona held að hann hefði þótt bara skera hálftíma að þessu, skilju. Ok. Held ég, sko. En það? Já. Ok, þá ætla að fara út í almennilega núna, Snyder Cut. Spoiler alert fyrir það sem er ekki búin að horfa á svo 4 tíma mynd. Spoiler alert, horfa á Snyder Cut og tjekkið síðan á þessu podcasti. Ok, svona yfir höfuð. Sattu með það? Já. Ok. Þú veist, ég veit ekki hvort það sé, ég spyr sjálf okkur mikið að þessu. Ég veit ekki hvort það er út í að Justice League upprunnilega var svo ógeðslega léleg að þegar maður sagði þess að mamma bara, wow, þessi er bara góð, þú veist. En maður getur ekki horta á hana hlutlist. Nei. Ég var erfitt með að gera það, en hún er klárlega 1000 sinnum betri heldur en upprunnilega Justice League. Og fyrir það, og bara, veist, og Snyderinn var bara in full Snyder mode, alla myndina, og ég dýrka Snyder mode. Hann er mér cinematic fucking beast, sko, slow-mo momentinn og ultra close-up af byssukúlunni af úþar en super fucking cool, skilur. Hann er svo mikið þessi leikstur, ég sé svo mikið hann fyrir mér vera leikstur bara, yeah, but it's gonna look super dope, hann er bara hérna. Já, hann er svolítið þannig, hann er líka, ég sá á netinu, þá voru að taka svona klippur, eða bara svona stills úr Snyder Justice League og svo Joss Whedon. Já.
þetta er svo mikil munur, þetta er bara svo að horfa á bíómynd og svo sjónvarpsþátt. Já. Bara hvernig lýsingin er, hvernig er ramminn, kologreitið, ég alveg dýrka litina skuggarnir. Þannig að Snyder finnst mér persónulega, mér finnst það svona flottari visual leikstjóri. Hann er náttúrulega bara cinematic master, cinematic master, hann bara, orðið cinematic er bara hvað, Snyder er cinematic. Þú tengir það við Snyder? Já, sérðu þetta, hann gæti ekki verið bíómyndalegri leikstjóri, ég skal ég meina. Já, hann er nefnilega 100% bíómyndaleikstjóri. Hann er kvikmyndaleikstjóri, alveg sem hvað fólki finnst hann, þá er hann með sinn stíl. Já. Þú þekkir alveg Snyder mynd. Algjörlega. Þannig hann gerir þessa 40 mynd. Já. Fyrir mitt leyti að ég var mjög skeptískur. Ég hata fyrstu myndina. Þetta er einn vestamynd sem ég séð. Með svo mikið rusl, ég haf þólaningi. Hún er rusl út því hún á að vera svo góð. Þú veist, ef við horfum á þetta bara sem þessa hlýðin á allu öðrum bíómyndum, það er ógeðslega mikið entertainment þarna og þetta er skemmtileg bara. Í fyrstu myndinni? Já. Finnst þið það? Gaur, það er Batman er kicking ass þarna, skilur við. Það fyrir sig sjálf er bara quality, skilur við. Þú veist, maður má ekki, þú veist, en málega, maður gefur þessari mynd miklu meira hard time út af því hún á að vera svo mikið, fattar við? Þú veist, þannig að maður er ekki að gefa henni, þú veist, sama slack og maður að gefa einhverjum vennilegum bíómyndum, eitthvað svona, þú veist, independent drama, það er svona miklu meira, ég ætla að gefa henni, en út af því að þetta er Just League, þá ertu bara I'm gunning for this shit, ef þetta er ekki geðvægt að fucking drulla yfir þetta, skilur við. Ég er ekki alveg þar. Ekki? Nei, ég skil hvað við, en ég er ekki alveg þar. Ástæðan ég gef henni hard time, þetta er bara illa gerð bíómynd. Já, það er svo illa sett saman, hún er asnaleg, þessi brandara passi ekki, þú veist, hún er ekkert af hverju steppum hún fyrir að gera það sem hann er að gera. Mér finnst það bara umulegur, hræri grautur af einhver kjaftaði. Þessum held ég hugsaði mig, hvað, Snyder getur ekki bjarga þessum ruslagámi. Og hvað finnst þér? Mér fannst þú skemmtileg. Let's go. Af því að núna svolítið síðan ég sá hana, ég veit ekki 10 dagar eða eitthvað lengur síðan, og ég er búin að melda hana þess. Og hún er búin að setja svolítið eftir í bara hausnum á mér. Hann var með geggjaði emotional beat, sko, fyrir karakterina, sko. Já, og Hasan er náttúrulega miklu flottir í þessari mynd. Bílaðir. Og mér fannst líka eins og ég var að horfa á svona episka ofurhetju míniserju. Já. Þetta er ekki beint eins og bíómynd. Nei. Ertu ekki svolítið sammála því? Hún er byggðuð upp svolítið þannig. Algjörlega. Kaplaskipt og svona. Já, kaplaskipti nú það. Og eins og með Cyborg, með rosa munur á Cyborg í þessari mynd, eða útgáfu, versus henni. Hann var náttúrulega ekki í henni. Hann var bara glataður. Sjúhornar inn á það. Hann var bara the heart and soul af þessari bíómynd, sko. Af Snyder-köttinu, sko. Hann var karakter. Genuinely. Hann var ekki neitt í gömlu, sko. Meðan hann sagði bara mest grípandi af öllu. Maður bara fann mest til með honum, sko, og meðan hans svona character arc vera bara mest grípandi. Ég er bara svona, wow, geggjaða karakter og bara multidimensional og ógeðslega heartbreaking líka, það sem hann er búin að ganga í gegnum og svona, bara allt öðru í þessi karakter. Allt öðru í þessi karakter og þeirra svona feðgasamband er svolítið svona hjarta myndarinnar. Svolítið sálinn í myndinni. Algjörlega. Mér varst það rosa munur á því. Hafa eitthvað smá svona miðju í myndinni. Steppenwolf, miklu flottari. Það lúkaði. How mean looking motherfucker. Blip. Mátt segja motherfucker. Yes. Ég ætla bara að blóta ástæðinu. Blóta þessi restur af podcastinu. Hann miklu flottari, útlæslega. Geðveikur. Brynjanans, hvernig hún svona skar örvanar. Já, örvanar. Tjúvill var þetta kúl maður. Hún svona morfaðist, eða svona einhvern veginn hreyfðist. Bara nettur, bara savage, gauður, sko. Og þú líka, mér fannst þú, ertu ekki svolítið sammála því, að mér fannst þú vita eins betur hvað hann var að gera og af hverju. Já, algjörlega. Fyrir Darkseid og character motivation, en þú veist, þegar þú færið að gera 4 tíma mynd, skilur, og þú ert ekki með gott character motivation með öllum karakterínum, sko, það hartu ekki veilist, sko. Já, en fucking Vítongan ég gert það fyrir 2 tíma. Hann var, sko, ok, mér langar að cut him some slack, sko. Þegar hann hafa bara stúdíu saman, bara herrið, náðu sinni í 2 tíma, það var ómögulegt, skilur við. Hann gerði sitt besta. Nei, er ég að vera góður? Já, þú ert alltaf góður. Hann er bara að segja nei. Já. Hvað heldur að hún vanti peninga? Nei, það er rétt. En ég held að hún langar að leika sig með Batman og Superman, skilur, sem er náttúrulega draumur. Það er ekki allir sem leikstjórar sem fá það, sko. Þannig að hann bara svona hefði hugsað bara, ég fæ ekki annað tækifæri að leika með Batman, Superman og Wonder Woman, þannig ég ætla bara að gera þetta og fæ aðeins að gera mitt sitt og svo bara, hey. Nú er hann hataður fyrir þetta. Það? Ég meina, núna er hann að lenda í mega vesinni. Ég held að fólk líði eins og flestu líðan sem millið, bara hei, hann bara þurft að sjá þess að skítaklesu og gera sitt besta. Ég held að flestu þið þar. Er fólk að senda hann death threats? Nei, menn, ertu ekki búin að heyra af ruglunu?
eins og Ray Fisher sem leikur Cyborg, Já. hann hatar Whedon, sko. Hann búinn að vera núna að berjast við Warner Brothers og aðal gæna þar og það búið að setja af stað eitthvað svona rannsóknarvinnu í sambandi við hann segir að hafa verið með eitthvað rasista komment og Hættu þessu. bara geðveitt svona toxic vinnu umhverfi undir Whedon og What? já, þú veist ekki með heyra þessu? Nei. Ha? Þannig að ef ég hef verið Whedon, það verið betra fyrir hann ef hann hefur bara satt með við þessu, sko. Jesus. Að það er að koma eitthvað svona Þetta samt ekki, er þetta bara legitimate sources? Ég meina, já, þetta er náttúrulega frá Ray Fisher sjálfum og Warner Bros. Sett að staða eitthvað svona rannsóknardæmi til þess að rannsaka hvað hefur í gangi. Whedon held ég hef ekkert kommentað á það. Okay. Ég er ekki að dæma af eða á, ég var ekki á staðanum, ég veit ekki hvað gerðist. Það er áhugavert, að það virðist vera svona hann er að fá stöðning frá hinum leikurunum. Interesting. Eins og eitthvað hafi verið í gangi. Jesus. Það lítar svolítið svona að slæmtljós. Já, þetta er mjög áhugavert að heyra. Það ætla að reyna að verja núna að Whedon meira. Nei. Ég er að tjóka. Ég er bara svona að hugsa bara svona, gæti það verið bara, hann hafi verið massíft byrjar að basically allir kartan svo köttaður og hann, veist, en ég skil samt ekki eftir á. Já, en þú veist, og svo veit maður ekkert, ég var ekki á staðnum, ég veit ekkert hvað var sagt eða þetta er hans hlið á málinu, ég ætla að segja einhvern beint sannan, þetta er kannski svona orð gegn orði, leiðilegt að heyra, að því mér varst Ray Fisher í þessari útgáfu, þarna fekk hann loksins eitthvað svona karakter og mér varst hann flottur sem leikari og mér varst Cyborg glataður í fyrstu, flottur í þessari. Já, samanlegar. En hvernig fannst þér svona hinar hetjurnar í þessari mynd? Svona, ef við byrjum bara á Batman. Já. Hann í þessari versus gömlu, fannst þér verið eitthvað svona munur? Fannst það fíla hann betur, eða fannst það eins? Núna, ég sveipa langur tími frá því að sá hana, mér fannst það bara svona, hann alltaf fekk meiri tíma til að shæna og skemmtileg moment með Alfred og eitthvað. Þannig að svona aðeins meira flesh around the bone, sko. Svona character moment og... En annars bara svona, já, ekkert eitthvað mikill munur. Ekki eins mikill munur eins og til dæmis með Cyborg, sko. Nei. Eða svona ef ég hugst tilbaka. En hvernig finnst þið Ben Affleck sem Batman? Sko, hann er bara, mér finnst það fít, sko. En ég er svona, ég dýrka hann ekki, skilur við. Ok. Mér finnst það geggjað Batman. Og veist, þessi sena í Batman vs. Superman, þannig að warehouse fight scene, sko. Besta Batman. Besta Batman, já, bara hands down. Og fyrir það er ég bara, ég tek við þér sem Batman. En myndirðu alveg sjá hann í annari? Já, 100p, sko. Þú veist, já, ok. Hann er frábær leikari, frábær leikstjóri, þú veist, hann er geggjaður talent bara creatively, skilur. Þannig að, þú veist, ef það myndi koma Batman um hún, þá er ég bara, já, on board, sko. En ég veit ekki, mér minnst manta eitthvað, ég veit ekki hvað, en ég held að sé ekki endilega út á honum, ég held sem meira bara út því hvað, þú veist, creativeanir er að gera með karakterina, skilur við, sem Batman. Og því að mér líður eins og hann eigi inni bestu Batman-myndina sína, skilur við, það sem að ég verð bara í crushed it, skilur við. Ég held nefnilega því að hann var að pæla að gera sér standun á Batman-mynd. Já, það var alveg í gangi, hann leikstýra allt, sko. Já, ég var svo beilaði hann. Geðveikt spennt fyrir því. Já, það verið bilað, sko. Já, en svo er maður líka búin að lesa, hann var að díla bara við persónuleg vandamál og mér finnst ég pínu sjá það. Skilna og alkoholisma. Já, alkoholisma og svoleiðis. Þannig ég skil alveg þó sett kvikmyndastjarna og þú tökur svaka leikari. Það er sann manneskja. Það er bara málið. Þetta er bara manneskja og hann er bara að díla við svipu vandamál og margir aðrir og hann var bara einhvern veginn, hann átti erfitt á þessu tíma. Mér finnst ég svona pínu sjá það í Justice League. Mér fannst þess að hann var ekki alveg nenn að vera þarna. Vantaði eitthvað svolítið svona passion eða eitthvað. Þú tekur líka eftir í andlitin hans, sko, hvað er mikill munur á sumum tökunum. Sumum tökunum er hann bara ógeðslega bólginn í framan, skilur. Þrútinn einhvern veginn. Já, sumum tökunum er hann bara svona ógeðslega venjulegur og í fínu formi, sko. Já. Það er leiðilegt að sjá, skilur, en þetta er bara... Svona er þetta bara. Já, maður. Finnst það að skipta máli fyrir þig að Batman sé stór massaður? Að því að Affleck, sérstaklega í Batman vs. Superman, hann var alveg... Junkie. Hann buffaður, sko. Já, ég fílaði það. Mér finnst, Batman þarf að vera sterkur, skilur við. Og ég fílaði líka út í að eins og til dæmis með warehouse senuna í Batman vs. Superman. Maður fann fyrir þessum höggum og maður er ekki, og ég fílaði það einhvern veginn, svona a brute. Já. Bara þegar hann kýli, þá ertu dauður líka við út í þetta svo ógeðslega þungt högg og ég elskaði það. Mér finnst það geðveikt. Já, ég er sammála. Þú veist, að hann sé einhver heavyweight boxer looking motherfucker. Þú vilt það? Ég vil það. Mér finnst það eitthvað, það gerir eitthvað fyrir mig. Ég er svona dyrka, skilur við. Mér finnst svona, já, nice look á Batman, sko. Í staðan fyrir að sé eitthvað svona finesse, eitthvað. Þú veist. En Pattinson verður svolítið þannig, held ég.
Já, ég held að Pattinson verði, þú veist, hann á ekki eftir að vera eins og Ben ykkur svona 100 kíló af vöðatröll, sko, en hann verður samt alveg, he's gonna hit hard, eins og í auglýsingunni, í trailerinum, þegar hann bara svona, kýla gæjan, hvað segir hann aftur? I'm vengeance. Já, ég held að segja það. Shit, það var svo geðug lína, sko, ég var bara on board. Ég on board líka, ég fór bara pæla upp á svona physicality á Batman, en þegar ég sá Affleck versus eins og Bale, að Bale var reyndar alveg flottu formi, en ekkert í líkingu við Affleck var svo svakalega massaður. Já, og líka bara, Bale Batmanin hann var meira klár, fannst mér. Mér fannst hann ekki verið eitthvað svona... Hann var aðeins meiri detective, eins og Batman er. Hann var svona meira finesse, hann var meiri fimmleikamaður frekar en fighter, sko. Já, en það sem ég fílaði af Affleck Batmanin er hann búin að vera Batman í 20 ár. Er hann búin að vera Batman í 20 ár? Hæ? Já. Hvað mennur? Þú veist, í Batman vs Superman, þegar við kynnumst honum, þá var hann búin að vera, við erum að sjá alveg svona reyndan Batman, en hann er ekki að taka sín fyrstu skref. Nei, það var geggjað. Það var mjög töff. Já, við vorum ekki búin að sjá það áður, sko. Nei. Það er svona, hann var svolítið þreyttur á bransanum. Þess að líka bera það held ég ekstra mikið, hann er bara svona, herri, þar ég var að berja ykkur glæpamennina henni í þúsundasta skipti. Nei, en mér fannst það líka svona, þú veist, eins og Ben Affleck var augljóslega gangi í gegnum svona persónulega hluti á sama tíma sem myndin tekur. Mér fannst það bara svona passa svolítið inn í karakterinn. Já. Það er bara svolítið lúinn, skilur, og bara svona svolítið erfiður og þreyttur á lífinu. Það var pínu þannig. Ætlaði að gert þetta til að koma sér inn í karakterinn. Hann alltaf fengi örugglega ykkur útrás. Hann lítur að vera. Já, finnst þið Batman passa í Justice League? Finnst hann að passa inn í hennan heim? Finnst hann eiga heimi í þessu liði? Þetta er erfitt að balansera mann sem er bara góð detektiv og einhver fimmleika... Og fullt af peningum. Já, fullt af peningum. Þetta er ógeðslega, það sem ekki enn í senn, skilur, en þú veist, já, auðvitað ekki, skilur, en þú veist... Buggaði það ekki neitt? Jú, þú veist, en maður er bara happy to have the content, skilur við. Þú ert svo ánægð bara að fá að sjá þetta. Þú veist, maður er bara, hann er með byssu og hann er eitthvað að slást þessu gæja, hann myndi vera myrtur á 2 sekúndum í þessum aðstæðum, skilur við. Þú veist, let's be honest, skilur við. Mér finnst hann bara að vera fyrir. Já. Þú ert með að hálf gera guði. Já, það er bara málið. Superman, Aquaman, Wonder Woman. Svo ertu með Batman. Batman er upp á svo minn, bara frá upphafi, hann er númer 1 hjá mér. Mér finnst það bara miklu betri í solo-dóti, sko. Því mér finnst alltaf leið teiknumyndasögunum. Ég er að lala að kaupa, en í svo live action, sérstaklega núna sá ég 4 klukkutíma af þessu. Og ég var bara eitthvað, mér finnst hann bara asnalegasti fyrir utan Flash, en tölum við það eftir. Já, þetta er einhvern veginn, þú veist, þetta er bara svona vandamál. Þú leiður svo slæta. Já, þú veist, ég er samt alveg með þér, ég er 100% sammálaðir. Þú veist, don't get me wrong. Það eru moment í þessari bíómynd þar sem maður bara, já. Hann er bara á bílnum sínum. Og hann reddar flugvél. Já, mitt, Jesus. Þetta er einhvern veginn, þetta er skrítur. Þetta er það, skilur, það er, þú veist, ég hugsa, þú veist, þeir sem voru að skrifa þetta voru bara, þetta er bara... Já, þetta er bara Batman. Já. Leifum svo slæta. Þetta bugga mig ekki eins mikið eins og með Black Widow og Hawkeye í Avengers. Já, jú, það, þú veist, eins og... Ekki mig persónulega. Momentið í, Avengers 2, Age of Ultron, það sem að Hawkeye er eitthvað, and I got a bow and arrow, eitthvað, að vera að tala við Wanda. Mér finnst það fyndið. Já. En það er samt silly og það tekur alvarlega momentsins bara út í gluggann. Mjög mörgum finnst að fyndu. Þetta er the brilliance of Joss Whedon. Þetta var alveg fyndu moment fyrir mjög marga. Er þetta ómikið svona vink-vink? Já, þetta var einhvern veginn bara svona, það var bara eitthvað gaur. Þú veist, það er heimskrasti heimi að vera með boga og örvar akkurat núna. Þú ættir að vera með byssu sem er að skjóta 1.000.000 skotum. Skilur við? Það myndi hjálpa þér miklu meira. En þú veist, í rauninni er hann meira svona sérfræðingur, skilur út í alla erfuna sem eru sprengi, eitthvað hægt að réttlæta einhvern veginn, en þetta er alltaf farlega. En mér, persónulega, þá finnst mér samt kjánlega að sjá Batman í Justice League. Já, en þú veist, jú, ég held það, sko. Líka, hann er í þessum búning eitthvað og maður er bara svona, hvað er það að reyna? Hvað er það? Þú ert með Superman. Já, einmitt. Þú þarft ekkert, og Wonder Woman, þú þarft ekkert, farðu bara heim. Já. Bruce, farðu bara heim. Vertu bara gaurinn í talstöðinni. Það verður bara með Alfred. Steppenwolf is to the east. To the east, guys. Svo mættur. Mér finnst það nákvæmlega. Mér finnst það mega meira sens.
Ok, Superman í þessari mynd. Já. Hvernig fílaru Superman yfir höfuð? Hvernig finnst þér Henry Cavill vera? Dýrka Henry Cavill sem Superman. Hann minnst hann bara, ok. Man of Steel geðveik. Ég er farfæðið að segja góð, hún geðveik. Okay. Ég dýrka hana í dag. Ég elskar hann meira með árum. Það alveg saman hversu mikið CGI-fest þetta var í endrana, hún frábær. Okay. Dýrka allt hana. Ég horfa á hana reglulega og ég bara, nice. Þetta er svo cool moment. Ég fíla mikið meira það henni, sko. Já. Ok. Og ég fíla Henry Cavill sem Superman. Mér finnst það vera mesti... Mér finnst það vera besta óriðjan, þú veist, passa í hlutur ekki sitt dæmi. Mér finnst það svona, hann er geggjaður. Hann er geggjaður Superman. Ég er ánægð með hans Superman og mér er Superman flottur í öllum myndunum. Þannig að þú fínaði Man of Steel? Já. Batman og Superman, hvert þar? Hún var ekki af góð, en þú veist, hún var with their moments. Hún var smá silly. Hvort hefði þú viljað, hafið þess að þér, fá Man of Steel, og svo Batman og Superman, og svo Justice League? Eða hefður viljað fá Man of Steel, og svo Man of Steel 2? Já. Allan daginn, þú veist, Man of Steel var eiginlega Iron Man, skilur DC Universe, sko. Þeir hefðu að taka sem goddamn tíma, eins og Marvel var búin að gera það. Þeir bara átt að fylgja, en þeir voru bara að drífa sig á Justice League, og því að það er mest í málum við höfum rætt þetta á þér, sko. Þetta er frustrating, sko. Þeir hefðu að gera Man of Steel 1, Man of Steel 2, svo kemur Batman-myndin, svo kemur Flash-myndin, svo kemur Wonder Woman-myndin, skilur bara hægt og byggt upp. Þetta eru nógu öflugir karakterar, skilur, og skemmtilega sögur sem þessi karakterar að segja til að geta byggt heila bíómynd í hring. Ég veit ekki af hverju, hugsunum var bara að reyna að ná The Assemble movie, sko. Veist hvað ég vil sjá? Já. Ef ykkur er komið til mín, og hann er bara svo komið, Hafsteinn, hvað hefur að gera? Já. Ég vil sjá Man of Steel, Trilogy, 1, 2 og 3. Já. Ég vil fá síðan solo Batman með Affleck. Já. Svo ég vil fá Batman og Superman. Svo ég vil fá 3 Justice League myndir. Já. Ef við höfum fengið þetta, ef við höfum byggt þetta upp einhvern veginn svona, og jú, inn á millan Wonder Woman og það, en ég bara tala um þessa karaktera. Já. Ef við höfum byggt þetta upp svona, þá hefði verið svo svakalega impactful fyrir okkur sem áhörnendur þegar Superman deyr. Já, einmitt. Það vantar bara þegar hann deyr. Þetta er bara svo guð á jörðinni. Já. Þegar hann deyr í Batman og Superman, sem er bara mynd nummer 2. Já. Það er maður bara svona, það er ekki búið að byggja hann upp sem okkar bjargvætt. Hann er nýorðinn að Superman í Man of Steel. Skilur þú smá hvað ég er að tala um? Og líka myndin var ekki búin að byggja upp að því að vera bara hvað þykir vænt Superman. Hefði hann dáið í Man of Steel, fattur þú, til að sú mynd byggði hann upp, skilur karakter, maður þótt svo vænt hann. En hinn var einhvern veginn svona, það var alltaf að tala um eitthvað svona political conflict og svona dæmi. Maður er ekkert eitthvað, ég elska Superman. Þetta var bara meira svona, konflikt á því að vera Superman og Batman er ekki sáttur, eitthvað svona, það var ekki búið að pusha your emotions í það átt til þess að finna fyrir mesta impactinu þegar þetta gerist, sko. Nei, af því að þú varst ekki búin að sjá hann gera neitt svakalega mikið hetjulegt. Nei, það er satt. Við vorum ekki búin að einu tengingin okkar við hann var bara þessi gamla tenging. Við vitum hann er Superman, við vitum hann að vera ótrúlega góður. Sem að finnur ekki mikið fyrir lengur út í að myndin að segja hann, skilju. Já, og þú finnur ekki fyrir því að það ekki að byggja alveg upp. Þannig þegar hann deyr, það mér finnst ógeðslega flott hvernig Snyder Cut byrjar. Þú sér Superman deyja og þegar hann deyr, hann öskrar eitthvað og það fer bara, það er bara svona ripple effekt yfir allan heiminn. Mér finnst það ógeðslega. Mér finnst það fílaði ekki. Það hlæði bara. Ég alveg þvílið bara elskið aðrið og þú bara svona, þetta er alltaf læg. Þetta var alveg cool, skilju, en ég er bara svona... Hann er náttúrulega bara svo guð. Hann er það, sko. Þannig að þegar hann deyr, það á að vera svona effekt, finnst mér. Algjörlega. Og ég dýrkaði það, en það verið ennþá svalara ef þið hefði byggt upp almennilega Superman. Þá hefði ég verið bara svona grátandi bíó, sko. Já, ég sammálaður. Skilur, það hefði verið geggjað. Já, ég er bara, ég er ótrúlega svona. Hvernig fílar svarta búningin hans? Yeah, I like it. Þú í svartir peysu með svarta húfu. Út af neitt. En finnst það flottar en bara venlega búningin? Mér finnst það alltaf flottar en Justice League búningin. Talaðu color-graded á hann. Justice League var super saturated. Þetta var bara svona ógeðslega litríkt, sko. Mér finnst, sko, ég talaði um það áður. Þegar svona larger than life karakterar, það er fínt að desaturata og gera þetta svona meira grounded, fattur ég. Já, tölum þetta í Wonder Woman. Já, mér finnst það virka miklu betur. Justice League, það var bara, upp saturation og bara, veist, búningurinn var bara fárlega blár og flárarauður, ég bara svona, this looks silly. Bara svona svo plastlegur. Basically, sko. Og svo núna, það er hann komin aftur í, svona minna, svona litríkt, skiljur, desaturate og mér finnst það lúka svo vel, sko. Svarti búningur var cool, hann var cool í honum, það virkaði fyrir mig. Ok. En þú?
Það ekki að borða það? Jú, ég meina, hann er cool. Ég er meira fyrir blá og rauða. Svona falleri, ef við miðum bara við mennum stílbúningin. Já. Svona falleri, svona skemmtleri. Ég vil Superman sé honum frekar. En ég skildi alveg okkar var í svarta, hann er að snúa aftur frá dauðum og allt. Já, og líka narratífi, þetta var búningur pappans, held ég, skilst mér. Aha. Já, og það var einhver tenging það, sko. Að hann er hann komið tilbaka og það átti að vera einhver svona symbolist, skilur við, með sögunni. Kom það í ljós? Já, það var aldrei alveg útskýrt, sko. Nei. En það var svona, en ef þú sást með hann stíl, sko, þá er, Russell Crowe. Þá var hann í svarta búningnum, sko. Já, ok. Það er eitthvað töff. Það er cool, sko. Ég fíla það, sko. En hvernig fannst þér eins og þegar Superman kemur? Hann kemur aftur, hvað, það er 100 myndir búin á myndin eða eitthvað. Það er mikið búið að hann kemur. Það var 4 tímar. 100 mínútur. Já, eða meira búið, maður ekki alveg hvað það var. Pældi hvað við búum samt í góðum heimi. Við fáum 4 tíma af content og við erum að horfa á bíómynd og það eru 100 mínútur á Superman kemur inn í myndina. Við búum í mögnum tíma til að vera bíómynd á hafðin. Ég held að þetta sé golden age, sko. Ég elska hvað þú ert alltaf svo peppar og jákvæðar og spenntur. Við erum bara hætnir, sko. Við erum hætnir. En varst þú ekki, mín upplifun var svo, að ég var svo, ekki, mér leittist ekkert, mér var skemmtileg, en ég var bara svona, djöfull laka ég til þegar Superman kemur. Já. Varst þú ekki pín þannig? Jú, algjörlega. Já, þú varst spenntur fyrir því. Já, 100%, sko. En áttu upp á karakter, ef við tökum bara í þessar útgáfu, í Justice League. Já. Hver er þér upp á svona hetja? Af þeim? Já. Það er góð spurning. Uppáhalds hetja mín. Sko, ég er ennþá bara einhvern veginn svo smá brendur eftir Wonder Woman 2, þannig ég líti ekki á hana sömu. Nei. Þannig að hún er ekki uppáhalds, en hún er samt frábær og hún átti geðveik moment í þessari bíómynd. Bara Snyderinn gerir geggja hluti fyrir karakterinn sína. Ég er svona ánægður, en uppáhalds karakterinn mín. Ég held að ég bara dýrka Henry Cavill sem Superman, sko, eftir Man of Steel. Hann er einhvern veginn bara svona... Flottur. Já, ég bara fíla hann. Hann er með einhverjum mitt. Ég bara skilða mjög vel, ég held að segja mitt líka, skilur. Ef ég hugsa út í það, sko. Ég er alveg bara svona... Í dýrkan. Ég myndi ekki segja nei við dinner með Henry Cavill á fyrsta sköldi, sko. Ekki heldur. Þannig að hann er nummer 1 hér. Ég held að já, ég ætla bara að segja það, sko. Ég er samt ekki alveg að gefa þessu amlega þátt, en bara svona off the top of my head, já, hann er bara geggjar Superman og hann bara svona embodyar allt sem Superman er og karakterinn og svo momentin og svo bara allt í þessu, bara svona, hann er geggjar, hann er með gæði, sko, ég ætla að segja það, sko. En þú, er það? Já, það er 2, Superman, og svo í þessari mynd, og Wonder Woman. Mér varst Wonder Woman geggjuð þessari mynd. Já, hún fekk að skína vel, sko. Og hasardin með henni, ég man ekki eftir að þau hafa verið svona töff í hvorki Wonder Woman myndunum sjálfum, eða í Justice League upprunnu. Ég hugsaði saman, sko. Eins og þeirra svona deflektar kúlunum. Fucking cool! Hún gera það í real time. Oh my god, það var svo nett. Ég var einmitt því að hugsa á hann til bara hvað snæderlegur karakter sem gera kúlatir. Það er nákvæmlega atriði sem ég hugsa. Þetta var svo nett og líka þetta var ekki leiðilegt CGI. Þetta var CGI. Þetta var vel gert, sko. Það var fucking cool. Þetta var gæt. Og ég var líka bara, damn, Wonder Woman come back eftir fucking Wonder Woman 2 sem bara var ekki góð, sko. Hún kickaði ass í þessari mynd. En þetta er nefnilega málið, skilju. Þetta er ástæðan að Snyder er geggjaður, skilju. Þú veist, hann er góð með action, skilju. Hann er góð með moment og cinematic, svona character moments. En veistu hvað, mér fannst líka töff í Wonder Woman þessari mynd sem var ekki í Wonder Woman 84. Já. Hún er með sverðið sitt og hún er með skjöldin sinn. Hún er bara miklu svalari með það. Og það er geðveikt þegar hún tekur hausinn af Steppenwolf. Shit, já, það var og þeir senda hann til Darkseid gegnum þetta portaldót. Ákveð statement. Það er statement. Það er statement, sko. En það var ekki í upprannlegu. Nei. Og það var heldur ekki Wonder Woman 84 af því leikstjórinn og Gal sem leikur Wonder Woman, þær vildu ekki að hún yrði portræðið svona. Vissirðu það? Ég man einhvers að tölum það í þættinum okkar. Pólitíkin, sko. Og maður bara, sverðið hennar? Þetta er warrior, sko. Þetta er warrior. Hún slátra liðið hægri vinstri hérna, sko. Já! Þannig að þegar hún er savage, sko. Hún er savage. Þannig að þegar hún heggur hausinn af Steppenwolf, mér finnst það svo geðveikt. Já. Ég er sammálaður. Vá, hvað þetta er góð punktur. Ég vissi þetta í maður. Vá, en gaman að fá svona skemmtilegt info það sem er gerst bak við tjöldin hér. Já. Ok, þannig að, þú veist, Perry og Gal vildi ekki Gal voru bara, nei, hún á ekki að vera svona. Já. Bara eins og, og það gerir svona veðan, sko. Já, því ég las eitthvað svona viðtal, að því að ef þú manst eftir 84, ég veit, þú ert að reyna kannski að glemja. Silly kemur fyrir mig bara. Það er bara svona eitthvað, hún er aldrei með skjöldin og sverðið í þeirri mynd. Er það?
hugsa þér. Já. Hún er bara með lassoið. Þennan hérna á lassoinn. Og gauntlet stótið. Áhugavert. Notar það ekkert í. Nei. Interesting. Já, og það er bara svo töff þegar hún notar þetta í Justice League stælingu. Virkar, sko. Þannig já, ég dyrka Wonder Woman og Superman Já. og mér var líka ógeðislega töff þegar Superman kemur loksins. Hittir Steppenwolf og hann er með þess að battle axe þarna. Já, gott moment. Hann er að fara að rústa það ekki Cyborg Jú, hann er að fara að slátra og hann. Superman stígur bara frá hana Já. og hann bara svo stoppar öxlina hans. Það er svo geðveikt. Elska það moment, sko. Það virkaði fyrir mig, sko. Svo bara eitthvað sparkar hann, þá er ég bara, já, ég var alveg svona gíri þegar ég var að horfa á Já, þessu mynd. í samfélag, það var, veist, ég upplega nákvæmlega saman, ég var bara eitthvað, oh shit! Ok, Aquaman, Já, hvernig fílar hann? Og Jason Momoa? hann er náttúrulega bara svalur as fuck, skilju. Leikarinn þá eða? Nei, bara karakterinn. Ok. Mér veist bara, þú veist, hann var bara einhver brute sem var bara eitthvað svona, nei, látum mig í friði, eitthvað. Mm. Og getum við talað íslensku senuna Fannst það töff? sem íslendingur? Fannst þetta hallarslegt? Nei, en þú veist, Samt, smá. ég fíla, meðast geggja söngur, meðast þetta allt væpi og meðast þetta svona geggja cool sena, en bara sem íslendingur og að maður svona, heit ekki, ég hata þetta ekki, en ég var líka bara eitthvað svona, ég er íslendingur og við erum ekki svona. Nei. Veist, en þetta átti vantilega ekki að representa Íslendinga, þetta átti að representa bara einhvers konar culture og íslenska, veist, Ísland átti bara að nota svona sem fakt, eða ekki sem svona sem element í því, skilju. Ég heldur þetta átti að vera held í Ísland. Já, þetta var það, Já, en já. þú veist, þetta átti ekki að portraya, þú veist. Nei, ég er ekkert móðgæður. Nei, já, Bara hvað er hann að gera? Drullu saman. þetta er ekki hvernig Djúpavík er. Nei, já, nákvæmlega. En mér finnst þetta söngadrið, mér finnst það bara ekki alveg passa. Nei, þetta var líka svolítið, þú veist, það var klippa. Já, ég var líka bara, Snæder, klipptu. Já. Þetta er ekki að gera neitt þetta atriði, sko. Nei, þetta er með svona dæmi með Snyder, hann bara eitthvað, this is cool, en þetta hefur ekkert að gera með neitt, skilju, þetta var bara eitthvað svona, because it looks and sounds cool, og ég var alveg on board fyrir það, en það var líka sem bara, þetta er algjör óþarri, en það lukkar cool, skilju, veist, bara það sem það voru að syngja, það var alveg svona, það var bara svona, meðan þetta allt vera bara svona lukka, skilju, eins og Snyder gerir allt, skilju. Já, en talað Íslandstökunnar, Ja. Nú þekk ég... Ingvar? Nei, já, Leiksigur? Nei, já, hann er alltaf flottur. Ja. En ég þekki eina stelpu Já. sem var í þessu atriði. Ok. Og það er hún Kidda. Já. Kidda Svartdal sem hefur komið til mín. Kidda sem vinnur. Já. Ha? Já. Hún sést þær, hún talar ekkert. Er hún ein af frontunum? Já, þegar þú sér Affleck koma að labba svona og kamera svona aftan hann og það er svona röða fólki. Ja. Kidda er þar. Já, en hún er ekki einn af front. Nei. Sorry, ég þekki Kiddu, sko. Já, nei, en hún sést aðeins. Og þegar ég sagði Kiddu að ég ætlaði að taka upp Justice League þátt, Já. hún spurði, með hverjum? Með Alex. Ha, okkur fyrstu mig ekki? Hún var alveg svona, Já. hún var smá pyrruð. Já, þú ættir að fá hana. En ég er að plana þátt með henni, þannig ég ætla aðeins að spyrja henni út í hennar þáttöku í Justice League. Kidda er snillíkur. Já, hún sagði að þetta hefði verið gaman. Hún er líka ættuð af Djúpavík. Já, ég held hún búa þetta. Já, einmitt. Ég held mér svo séðar akkurat núna. Þannig að, já, allavega, þetta var smá svona út úr og því mér finnst gaman að sjá andlitið hennar í svona stórmynd. Mér finnst það heldur töff. Þannig að hún í rauninni hafi hitt Ben Affleck og alltaf leið, sko. Hældi því maður. Gaman. Já, það er mjög spennandi. En hvernig fílar samt íslensku sinni yfir höfuð? Þú veist, núna versus gömlu. Versus cut-in green screen Jason Momoa. Mér varst, já, bara inn í vatnið og bara svo augljóslega bara já, það var hræðilegt. Skelfilegt. Mér varst að skarra. Ingvar fekk bara helling screen time, sko. Já, ég man ekki alveg, sagði hann eitthvað svona mikið í? Já, hann var alveg bara... Nei, í upprunnu. Nei, hann fekk ekki að mikið. Ég held hann bara horfði og bara já, er það ekki? That's it, sko. Mér minnið það, sko. Hann fekk alveg nokkra línur þarna. Hann var bara kóngurinn að bænum hana. Hann var bara að segja allt sem hann fannst, sko. Mér varst alveg töff. Alltaf gans í Ísland. Já. Svo fallet land og það mynda svo flott maður. Geggju sérna. Gaman að svo Snyder mynda Ísland. Ég enda að mynda Ísland ógeðslega mikið. Já. Og ég verð svo inspired af þessu. Það er svona dýrkæð Snyder. Hann er með þetta auga sem bara light to shit lúka bíómyndalegt. Já, en gaman að heyra mitt frá þér. Því þú, eins og segir, þú er náttúrulega ert aktífur á Instagram, ert að taka fullt af vídjum í Íslandi og myndir og svona. Alltaf hugsa einhver ramma hvað. Já, bara hvað lúkkar og svona.
Þannig að þá vil ég kannski heyra frekar þér einmitt. Já. Hvað fannst þér hann hafa nelt þetta? Já, ég veist, nelt þá bara að þetta lítið vel út þá. Já, ég bara þannig lúkið. Já, bara hvernig hann, þú veist, ég veit ekki hverju DP-in hans, eða hvort það sé hann að DP-a meir en, þú veist, DP-in hans, að mér finnst allt vera gett og ég bara elska hvernig hann setur upp skotið sín og bara alltaf því ég sé hann, þú veist, þegar ég sá þessi íslensku senu, þá var ég bara glaður, sem bara svona, sem tökumæður sem búin að ferðast Ísland ótrúlega lengi í mörg ár. Þá var ég bara, vá, geðveikt, skilju, ég þarf að bæta við, þú veist, og því hann er alltaf með svo mikið að CG elementum í alls konar skotunum sem maður tekur ekki alltaf eftir. Svo veður, lýsing og allt þetta, skilju. Að þá var ég bara, ég var bara ánæður, bara sem creator, content creator sjálf, þá var ég bara, þetta er inspiring. Mér langar að fara á replicate og reyna að ná einhverjum svipum elementum sjálfur, sko. Þannig ég var bara glaður, sko. Ég var bara glaður. Þannig sem íslensku svona content creator, þá fann þú að sáttur? Já, ótrúlega. Veist, það er geggja maður. Það var geggja maður, þetta var auðvitað skemmtilegri sena fyrir mig heldur en aðra held ég. Já, ég hugsa það líka. Aquaman. Já. Mér finnst Jason Momoa bara ekki góður. Sko. Nei, hættu þessu. Hættu þessu. Ég trúi þér ekki. Ég fíla hann í Game of Thrones. Ok. Og svo er það eiginlega bara búið, sko. Nei, ég trúi þér ekki. Mér finnst þetta ekki vera mikill leikari. Nei, það er fair. En hann er samt, þú veist, þú þarft ekki að leika þegar þú bara, þú veist, þetta er ekki Aquaman, þetta er Jason Momoa, skilur, og þú þarft bara svona. Já, ég hef lesið nýlegar Aquaman bækur. Já, ok. Kannski svona kannski 5 ára gamlar eða eitthvað. Ok. Af því mér fannst alltaf svo glataði karakter. Hann var annað bara eitt stórt djók. Mest eiginlega heim í það. Já, fannst öllum hann glataður. Svo las ég þessar bækur. Og ég fekk bara svolítið svona nýja sín á hann. Bara, já, þetta er cool heimur. Já. Þetta er cool ævintýra heimur. Já, þannig þú erst búin að kafa hans í comic book. Aðeins. Ok, geggja með þess. En eins og Momoa, hann alltaf bara hann leikur hann ekki eins og kóng. Arthur Curry er kóngur. Já. Hann er royalty. En það er samt ekki honum að kenna. En Momoa er bara eitthvað surfer. Ég fíla það. Hann er bara eitthvað, my man. Og maður er bara, hvað er það að segja? Þú fíla það. Þér finnst þú, ég skal lofa þér, þegar þú fíla það, að þú ert svona gaur. Þú ert Aquaman. Nei, já, smá, þú ert bara eitthvað, já, þetta er geðveikt. Að lífstíl hans er eitthvað sem maður tengir viðskilni. Að vera að tala við dýrina þetta? Að vera að hoppa í sjó, það er eitthvað sem þú tengir vel við. Já, það ég gera það, ég er að leita. Þú ert þinn íslenski Aquaman. Nei, hægt. Ok, ég er það persónulega fíla ekki. Ég vil að segja aðeins meiri þungi á honum. Já, það er samt, já, en er það ekki, en út í að, karakter, á þessum tíma, út í að hann tekur við The King Mantle í bíómyndin hans. Algjörlega. Varstu ánægri þá, eða? Með Aquaman myndina? Já. Og þegar kolkrabbinn var að spila það? Nice. Það sem hún allavega fær, smá respekt fyrir, þeir fóru all in í ruglið, sko. En mér finnst það ekki góð mynd og mér finnst Momoa ekki vera neitt leading man. Áhugavert. Bara sorry. Þetta er hot take, sko. Ég hef gert marg að segja það. Ekki? Ég veit, þetta er flottu gaur. Massa með sítar og skegg og eitthvað. Looks the part. Já. Virka það nefnir snædarögla. Mér finnst það bara að vera miklu meira módel heldur en leikari. Já. Það er mín upplifun. Ég fíla ekkert svakalega sem Aquaman. Mér finnst það ekkert svakalega töff. Alright. Já, þetta er alltaf eitthvað svona, my man, alright. Maður er bara svona, oh my god, hvað er glataður. En já, ok. Flash. Já. Hann fekk more time to shine eins og allir í þessari bíómynd. Algjörlega. Já, bara meira fleshed out, skemmtlegri. Húmorinn var meira virkaði betur, því hann var rosa mikið bara comic relief. Og meðanst húmorinn sem hann kom með til borðs í þessari bíómynd í Snædikatinu vera miklu meira í réttum tóni. Og meðanst brandarinn fyndnir líka, meðanst það virka. Svo hann alltaf þessi frábæri brandari skilur sem var líka í Justice League sem hann er svona hlaupa og svo horfður hann Superman og Superman er bara svona að halda við honum skilur. Það er þetta ógeðslega cool. Einn besta senan í bíómyndin. Ég held að, það er ástæða Whedon hélt í það og það er bara frábært. Það er ógeðslega töff. Mjög fyndið, sko. Og líka, það er líka multidimensional skilur á bakvið þessa sinu því að þarna er Flash að kynnast í hversu kröftur Superman er. Þannig að þetta er ekki bara gott joke, þetta er líka character building og information skilur versus hversu fljótir þeir eru og svo framvegis. Eða hvar power dynamicin liggur. Þannig að
Já, hann fekk miklu, já, ég er bara ánægð með hann og ég vil Floss mynd, skilu. Ég mist, Hvernig er það leikarinn? Hvað heitir hann? Ezra Miller? Ezra. Mist Ezra geggjaður. Ég er Ezra fan. Ég er on board fyrir Ezra. Ok. Ég er til í Floss bíómynd, svo lengi sem þeir fucking ekki upp. Það er ekki erfitt, þú veist. Það er bara í Flashpoint storyið, skilu. Bara græði þetta. Hvernig varst að fíla þegar hann ferðast aftur í tíman? Bjargaði málunum? Já! Hvernig getur, ok, ég er alveg smá reiður út í Joss fyrir þetta. Hvernig í óskopunum klippur þetta út? Þetta var svo geðveikt. Hvernig horfur á þessa bíómynd eða þessa sögu og hugsar, já, ég held að við ættum að taka þetta er ekki alveg að virka. Þetta var svo ultra dramatíst og flott og bara svona geðveikt. Bara, how the fuck do you cut this out, skilur við? Þetta var og fyrir klæmaksin sem var í gömlu Justice League versus þetta, bara hvað? Þú ert líka að klippa út svo mikilvægt atrið fyrir Flash. Já. Þannig að ég var staðar rosa skrítið að klippa. Bætir við einhverjum truck-sinna sem hann er að, þú veist, bjargar fyrir rústarski fjölskyld. Það var glada. Já, þú fílar Ezra Miller. Já, ég er on board, sko. Ég held, þú veist, pældi ég hvað búið er rétt fyrir hann. Hann er búinn að þurfa að koma sér inn í bara get limited screen time og koma einhverjum karakter aðna með limited backstory og láta því finna til með honum. Ég er bara svona, ég held að ef hann fær tíma til að skína í bíómynd sinna, hann áttur að knock it out of the park, sko. Alveg svo með Batman, skilur við. Minnst þessi karakterar eiga eftir að fá sitt, skilur við. Ég meik hann ekki, Alex. Hættu þessu! Oh my god, líka hann! Í alvörinni. Ég skal frekar horfa á 10 Aquaman-myndir með Jason Momoa heldur eina Flash-mynd með þessu gæja. Verri en Flash? Nei, minnst Flash verri. Flash verri en Aquaman? Já, nei, finnst Flash, já, einmitt. Finnst þið Flash verri en Aquaman? Minnst Flash verri en Aquaman. Og þá er ekki alveg karakterin. Ég fíla alveg Flash karakterin. Minnst hann skemmtlegur. Minnst þessi leikari óþólandi. Mér finnst húmorinn ekki virka. Ég hló aldrei eins og sagði, ég brosti ekki eins og ég var bara ekki að herðu, nefnir þú ekki bara að fara úr Justice League, hætt að berja fólk í Reykjavík og við svona, varst ekki búin að heyra því? Er það? Hann var á Íslandi, þessi gaur. Í alvörinni? Hann er eitthvað klikkaður, þessi gæi. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað bókstala að honum, ég hef ekki að gera grína því. Þú veit alltaf með þessu gott gossip hérna. Já, en gæin var á Íslandi, þetta náðast á vídeo allt, ég hef þannig að slegið stelpuð eitthvað. Hættu þetta er bara eitthvað fáið þessi gaur. Svo sé hann í þessari mynd og hann reynar svo fyndin. Já. Mér finnst það bara ekki skemmtileg leikari. Þetta er samt svo mikið, það er svo sama sem merki milli þessar sjúklega, þú veist, góðu leikari sem mér finnst hann vera. Og að vera bara ógeðslega disturbed mentally, skilju, og eru bara eitthvað... Ekki vera að ráðast á fólk. Nei, komið góður. Já, saman hverju það er. Sko. Já, þetta væntanlega mótar, sko. Ég vonið sér ekki að fara með rámt mál, en minna að þetta náðast á vídeo og minnir þetta hafi verið stelpa. Já, ok. Þetta er eitthvað svona djamminu, eitthvað miðbær Reykjavíkur, eitthvað og... Í alvöru? Já, með eitthvað að stæla og eitthvað. Þannig að, en bussi frá því... Já. Hvað segir? Var þetta þegar það voru ykkur tökur hérna heima með Just League? Ég man það ekki, já, þetta er nokkra ára gamalt, sko. Já. Og þetta kom, ég held að bara fara á neti fyrir kannski bara árið síðan eða eitthvað. Ok. Hann er kannski glímaður sína vandamál, en það afsaka það ekki, þú átt ekki að vera... Ekki ráðast á fólk. Nei, ég er alveg svona, mér finnst þetta alveg... Mér finnst það ekki cool. En bussi frá því, þá er þetta alveg fínn leikari. Ég hef séð hann nokkrum myndum sem fannst góður, en sem Flash. Og ég þól ekki búningin hans. Bæta því, vil henda því hans. Já, það er leðalur, búningurinn. Ég dýrka búningin. Berðan sama við hérna Flash-búningar sem við hefum séð í sjónvarpsþáttum með einhverju dæmi. Mér finnst hann flottari í upprannlegu 90s myndinni, sem er sko 30 ára gömulega. Mér finnst hann flottari. Það er bara rautt spandex og... Já! Hættu þessu. Stopp. Ok, herri, takk. Þú farinn. Já, ég fíla hann ekki, en hann þjónar sínum tilgangi í myndinni. Það er alveg flott atrið, þó að Zack Snyder, hann er rosa hrifinn af slow motion. En hann kann að nota oft vel. Já. Og mér fannst það alveg flott aðrið með Flash, hann er í búðinni. Mér fannst það eitthvað að finna hann eitthvað, já, hérna er umsóknin mín, félagsgrófin, eitthvað, mér finnst það allt glata. Nei, já, það var ekki nættilega, það var ekki highlighti af humornum í bíómyndinni. Það var ekki highlighti. Og svo hleypar hann út og bjargar stelpunni. Já. Mér fannst það alveg töff. Það er cool. Já, það er flott aðrið. Gekkja þegar hann svona skransar og svona, gatan hann tears up, sko, minnst svona lítið aðrið, sko. Það er cool, hann sprengir í skónum. Jú, það var líka cool. Þetta er Snyderinn, sko. Já. Hann alveg bara,
wouldn't it be cool to like his shoes explode? Það bara sér hann fyrir sig vera að tala þetta við kreatív liði, sko. Þannig þinn maður að... Hann í essinu sína. Hann í essinu sínu. Já, mér var staða töff. Það voru nokkur atriði með Flash sem voru alveg töff og sérstaklega tímadótið í lokin. Já. Það var alveg cool. Það virkaði, þú veist, þetta var bara, þú veist, þetta var the ultimate cinematic climax fyrir einhver svona stóra bíómynd. Þú veist, hann alveg bara, hans karakter, hans kraftar eru pushed to the limit til að bjarga heiminum, skilur. Já. Það climaxin sem þú vilt, skilur, og hann, líka bara hvernig hann leit út visually, þú veist, hann bara svona, þú veist, já, Snyder hann láta lúkka ótrúlega vel og bara, já, ég var bara ótrúlega ánægður. Ég var bara límdur í skjáin þegar ég sá því, ég bara, wow, hérna, sko. Hún má eiga það, ég var líka. Þetta cool, ég var bara, já. Og þetta var líka bara eitthvað svo, þetta var skemmtilegt. Og ég er spenntur að sjá hann aftur. Já, ég líka. Ég held myndi aldrei nenn að horfa hann aftur. Já. En ég er alveg spenntur fyrir því. Já, út í það er svo mikið í henni líka og maður missir af einhverjum momentum og það er svo mikið lot of movie in there, sko. Það er rétt hjá þér, þetta er góð setning. Það er bara rosa mikil mynd í þessari mynd. En er það ekki líka rétt munið hjá mér, það er svona nokkur atrið, svona eitt og eitt lítið atrið. Ég kannski sé eitthvað kjaftar hana. En þegar Wonder Woman hittir Cyborg í fyrsta skipti í gömlu útgáfunni hittur hann ekki bara með eitthvað hettu og hann er bara lappandi á okkur götu eða eitthvað. En í Snyder Cut þá kemur hann fljúandi. Já. Mér finnst það var eitthvað svo miklu svalara. Já, veist. Er það ekki rétt hjá mér? Ég man þetta ekki alveg nóg vel, sko, en... Mér minni það. En já, Snyder Cut var náttúrulega bara svalari yfir höfuð, sko, þannig að það kemur jórt að, veist, eitthvað svona lítið latið sé svalara líka. Hvernig varst það til Darkseid? Fengum við að sjá hann aðeins. Scary. Vildur þú sjá hann bara, viltu fá Justice League 2, Darkseid, Snyder aftur? Ég myndi að hversu epist það því, skilju. Þetta er bara því ultimate rival við Superman, skilju. Tala hvað Superman er mikið guð. Þessi gæi getur lagað með hann, skilju. Fattar það mig? Það er það sem ég fíla. Það er bara fyrir að vera ultimate showdown, skilju. Mér finnst það spennandi. Mér langar að sjá svona kröftuga karaktera, skilju, throw it down, þú veist. Okay. Það er skemmtilegt pæling. Ég meina Thanos er henni bara Darkseid hjá Marvel. 100%. Já, ég til að sjá það. Hvað fannst þér slæmt? Hvað með... Við myndina sjálfa? Já, hvað er það sem þú hefur út á að setja? Hvað með alla punktana? Mér finnst hún ofta köflum útlistið að vera allt mikið CGI. Já. Og mér finnst það að draga svolítið úr henni, því að leiðu sér senur eins og á Íslandi. Já. Það gefur svo miklu meiri vikt. En jú, það er að segja það ekkert sem er Marvel myndan líka, þetta er oft svona CGI-dót. Mér fannst það svona köflum ekkert vera svakalega vel gert. Já. Mér fannst ég bara að horfa á leikara frá green screen. Já, en mannst það er ein skelvileg sinna, Í Snyder Cut? Já, þegar og hún er í byrjun, sko. Þegar Lex Luthor er ofan í vatninu. Já. Það er eitthvað svona, ég held að ég man ekki alveg hvernig þetta var allan í... Þetta var í byrjunni? Já. Þetta er henni bara þegar Superman stegir, held ég. Hann er kliftur í fucking After Effects þarna ofan í. Fyrir þá sem veit ekki After Effects er bara svona byrjunarforrit eða bara svona standardforrit sem hætti notað til að búa til svona tölvubrellur. Og það sem ég meina með þér er bara að þetta var eins og einhver fucking byrjandi hafi gert þetta. Þetta var bara einhver green screen sena af honum sem bara klift ofan í vatni og ekki gert vel. Ég alveg horfði á þetta og bara er það með alvara? Er það að djóka? Ég er bara svona, ok, Alex, bara komst þér yfir þetta, ok. Slaka það, Alex, ekki dæma á hart. Já, peningur eins og búinn hjá Snyder. Ég held að þetta var pottið þannig, bara, hey, we're done, skilur. Fuck it, síðast að skotu, verðum að, er það peningur búinn? Ég klift þessa sérafúting, var ekkert eitthvað nöðsileg. Nei. Ég klift hana bara til þetta leit það slæmt út, þetta var bara, þú sást, þetta var bara einhver allt önnur taka, hendin í þetta og bara, já, mannst ekki eftir þessu. Jú, ég man þessu skoti, ég man bara ekki hversu illa mér fannst að vera, eða sérst illa gert. Þegar horfðu þetta aftur, þetta er bara, holy shit, sko. En það er alveg nokkuð svona atrið, sem það virkar svona stúdíólegt, green screen. En svona í bíómyndinni sjálfur, hvað voru einhver svona, þú veist, bara söguströfur? En svona handriðslega séð? Já, bara svona í sögunni eða bara svona... Sko, ég þarf að sjá hann aftur. Ég er ennþá bara svolítið að melda þessa mynd. Af því að hún komur svolítið óvart. Og hún var tölvöld skemmtilega en ég held. Og ég var límdur bara við skjáinn allan tíman. Ég hef verið til að sjá hann í bíó. Já. Þó þessu 4 tímar. Þetta er náttúrulega bíómynd, sko. Þetta er algjör bíómynd. Jú, eða kannski eitt og eitt, kannski eitthvað skrítið eins og þetta Motherbox dæmi. Já. En það böggaði mig ekki þegar ég var að horfa á myndina. Maður fyrir pæli þessu
eftir á, þá finnst mér ekki telast með. Ég hef oft sagt það. Já. Ef ég er að horfa á bíómynd og meðan ég er að horfa á hana og þú ert engaged, og ég er engaged, þá finnst mér ekki að það er það nitpicka allar myndir eftir á. Já, algjörlega. Langflestar. En við erum bara að tala um þig og starfa. Nei, það buggaði mig ekkert. Mér fannst flotti karakterar, mér fannst gott pacing í henni, að því ég horfði á þetta frekar sem mínisrju. Já. Auðvitað horfði á hann einu rikk, en mér leiði þess að ég var að horfa á mínisrju. Að því sem ef þetta er bíómynd, þá er þetta alveg, það er ástæð fyrir að flesta bíómyndir ekki 4 klukkutíma. Þetta er svolítið langt. Veistu, líka bara, upp á að græða pening, skilu, ég kem bara tveimur sýningu fyrir daginn. Nákvæmlega, og bara þetta form að vera með svona langa bíómynd, fólk nennir ekkert að sitja í bíó svona lengi. Nei, það er rétt. Þetta er aðeins langt, en ég var heima með þjóruna, þannig að það buggaði mikið neitt. Mér varst pacingi bara skemmtileg, mér varst gaman að kynnast svolítið þessum karakterum. Það far allt miklu meira breathing room. Og Cyborg, náttúrulega sem við tölum á það, sérstaklega, ég var miklu ánægður með hann í þessari mynd. Og mér varst töff líka að sjá hvernig hann tengir svona internet heiminum eða það var ótrúlega vel gert. Það var mjög vel gert. Mér fannst Batman, þó mér finnst hann svolítið asnalegur það. Mér fannst hann líka, mér fannst bara allir fá meira breathing room. Mér fannst allir vera svalari heldur en í fyrirútgáfunni. Líka Momoa, þó sé glataður. Þannig ég fílaði það. Mér fannst hann okkur spennandi. Mér fannst Steppenwolf miklu skemmtilega Wonderkall heldur en í fyrirútgáfunni. Bæði útæðslega og bara upp á hvað hann var að gera og af hverju hann var að gera svo hluti. Ég fílaði þetta, þessi nokkuð glimt sem við fengum að sjá af Darkseid. Hvað fannst þér Martian Manhunter? Ég var að spyrja það út í hann. Mér finnst Martian Manhunter mjög skemmtileg karakter. Mér finnst það cool. Geggjaður karakter. Já, og hann er mjög öflugur líka. En ég var líka svolítið svona, okkur hjálpaði þú ekki? Hvar varstu? Mér finnst þetta að vera það versta við. Það? Martian Manhunter átti ekki að vera að henni. Fyrst þess að það hefði verið svona bara einhvern veginn tróðinn í. Já, maður, bara til að glæðja, og þetta er normáli, en ég fíla að hann hefði fengið bara algjörlega creative freedom til að bara gera whatever. Og hann bara, ég má gera allt sem ég ætla, ég fá Martian Manhunter, ég ætla bara hendunum minn eins og ég vil. Geggjað, en hann á ekki verið að fucking kaftinn inn í hernum, skilur við, hvar varstu þá þegar jörðin var næst búin að eyðileggjast í Superman 1, skilur við. Hvar varstu þegar, allt þetta annað var í gangi, skilur við. Og þykjast að mamma Superman til að tala við fucking kærstuna, skilur við. Hvað er því? Og svo mæta að því enda bara, sætlu bara sæður. Það var svolítið kjánlega. Það var líka, ég held að það verið það var held ég eitthvað reshoot. Eins og Affleck leit öðru sig út. 100p, sko. Og talaðu reshoot og einhverja sjúhorn, einhverja karaktera. Hvernig fannst þið Joker sena? Það er það sem ég veist verst þessu mynd. Og það er allt þetta framtíðar, post-apocalyptic dæmi eitthvað. Mér finnst það ekki leiðilegt að horfa. Ég ætla að elska Joker. En mér fannst það rosa mikið svona óþarfi. Ég hefði kliftað út, sko. Þarna er málið. Þarna fekk Snyderinn að snædrast einum og mikið, skilja. Snædrast einum og mikið. Já, þarna hefði, átt að vera einhvers konar balans af prodúsurum að vera bara, herri, skulum bíða með þetta, bla bla bla. Já, þannig að við erum sammála. Já, ekki spurning, sko. Veist, málið er það sem er svo geggjað, hann fekk að gera þetta nákvæmlega eins og vildi. Það held að það var enginn að skipt svo að. Og þá bara, þegar þú ert kreatív, þá ertu bara, já, ég ætla bara að gera allt. Ég ætla bara að fá Joker, þetta verður bara í framtíðinu, þetta verður bara rugglað, svo ætla ég að fá Martian Manhunter og allir verður bara bilaræðir, það var bara hérna. Og en málið er það þarf að constrain þetta, skilju. Og þarna var, já, Snyder fekk að snædrast aðeins mikið. Og mér fannst eitthvað þetta lið, eitthvað Deathstroke var þarna líka eitthvað. Deathstroke er silly as fuck, sko. Hann er fucking asnalur í þessari mynd. Þannig ég var ekki að fíla það. Mér varst það versti parturinn af myndinni og þegar ég hugsa þessa mynd, þá finnst mér það bara ekki vera með. Nei, ég er sammálaður. Nema það er eitt við þær senur. Mér finnst Batman ógeðslega töff í Batman búning, einhverjum frakka. Mér finnst það bara cool. Það look finnst mér geðveikt. Já, það er rétt hjá þér. Það er eitthvað við það. Ég paldi ekki í því. Það er eitthvað við það. It works. Það er alveg málið, það er bara virka. Eitthvað dystopian future, það var hann bara eitthvað svona, já. En þú spurði hvernig ég finna Jokerinn. Og Joker sinna bara. Mér fannst það ekki leiðinleg, en mér fannst það svolítið kjánulegt. Þetta er alveg cool, sko. Þetta er svolítið kjánulegt, svona. Eitthvað þeir séu búin að tíma upp út af því að Desperate Times, Desperate Measures og Superman og Wonder og þeir eru allir bara að reyna
En svo er líka það, ég vil Þeir eru ekki svona rífast inn á við út, þeir hata hvort annað en þeir þurfa samt ákvörðum að halda. Já, þetta er orðið bara að segja eitthvað, er þetta bara suicide squad eða eitthvað? Liggur við. En ég fíla Or some kind of suicide squad. Ég fíla bara ekki að Superman sé vondur. Mér finnst það bara leðilegt. Hann ágjör vondur. Hann er ultimate good guy. Ég persónulega vil hafa hann góðan. Mér finnst það alveg skemmtilega að þú veist, ef Lois deyr og hann bara snýr á Mankind, sko, því að Mankind dreipur Lois, það er væntanlega það sem Snyder Cut var að fara, skilju. Já. Þú vilt taka ultimate góðgörun og snúanum on his head, sko. Ég er bara að vilja það ekki Superman. Nei, ég skil það svo sem. Af því hann er svona, ég skil okkar á margir fílingi, en ég fíla hann er ultimate good guy. Ég vil ekki að hann sé eitthvað vondur þegar, það er alveg nóg að berast til Darkseid. True. Og hans minions. Þannig ég var ekki að fíla það og ef hann hefði væntanlega alltaf að leika sig meira með þetta í 2 og 3, ég hefði alveg séð það en mér fannst það ekki brjálæslega spennandi. Nei, ég skilji. Þú hvert myndir þú vilja að fara sem svona, þá, úst, hvert svona the ultimate climax fyrir svona, Justice League? Hvað myndir þú vilja sjá? Sem bara... Alltaf Darkseid kemur til jarðarinnar. Ég hugsi ég bara vilja fá bara eitthvað brjála... Þrótan. Já, ég er ekkert búin að hugsa það almennilega. Já. En þessi mögulega framtíð, það sem allt er í fokki, Superman vondur, Darkseid er búin að snúa honum eitthvað. Mér finnst það ekkert svakalega spennandi. En, ég meina, ég ræði þess ekki. Já. Þú ert að hugsa svona hvað er til að sjá? Já, ég veit ekki, ég er ekki að teka á móti, út í að mér finnst cool að, þú veist, að þeir, þú veist, að Mankind, þú veist, hvað sem að sé, herinn eða eitthvað, skilja. Svona hate crime myndi drepa Lois og þá myndi Superman bara úr grief bara snúa á alla og vera bara vondur. Mér finnst það heillandi hugmynd og þá þurfa allir hinir að stoppa hann, skilju. Og Darkseid er svona meðan eitthvað svona stjórnunum. En þeir geta ekkert stoppa hann, það er eitthvað málið. Það er svolítið málið. Og líka svo fálega bara, he's found us, bara þið myndi ekki hafa tíma til að einu svona segja ef hann er búin að finna ykkur. Hann væri búin að drepa ykkur allir fljótt. Það er alveg svona silly moment. Það er málið. Og ef eins og í Batman vs Superman, þá var hann ekki vondur. Hann segir bara Batman, ég vil ekkert slást við þig. Svo minn var ekki nógu vel. Nei, en hann er holding back þar. Af því hann er ekki vondur. En leið og hann er vondur, ef að Superman er vondur og hann er skít sama, þá er hann að fara að rústa ykkur, sko. En mér langar aðeins að tala atriði sem við myndist aðeins á hann. Það er þegar Superman kemur aftur. Hann búið lífgan við. Já. Og hann man ekkert hvernig er. Já. Þannig að Justice League þarf hann svolítið að berast við hann. Já. Hvernig fannst þið það atriði? Það var náttúrulega, mér fannst það hvað mest svipað, þú veist, úr gömlu, eða fyrstu Justice League. Já, ég held þessi nokkuð svipað. Já, það fight scene, var eiginlega mjög svipað. Bara helviti cool og ánægð með það, sko. En já, eiginlega, þú veist, ekkert eitthvað mikið að segja um það, sko. Það var bara virkaði, sko. Mér fannst ekki. Já, það var fyrir cool, sko. Mér fannst ekki að það eru tvö moment í þessu atrið sem ég dyrka. Já. Fyrir það það sem nefndir á hann. Þegar Superman heldur í Aquaman eða Wonder Woman eða eitthvað og Flash að hlaupa og koma hann óvart. Og hann bara svona horfir og hann er báðir að hreyfa sig á sama hraða. Mér fannst það geðveikt svo allt. Og ég elska þegar hann skallar Wonder Woman og hún bara eitthvað svona, því hún er mjög blöð, og hún skallar hann tilbaka. Þá toppar hann hana, hann flýgur svona aðeins upp og skallar hana ennþá fastar. Mér fannst það geðveikt. Það var það ekki upprunalegu líka? Jú. Já, einmitt. Ég meina, bursið fyrir því, það var bara atrið sjálf, finnst mér ótrúlega töff. Og það er samt ekki, þá tek ég út momentin með Batman það sem að Superman kastar hann eitthvað, hann bara, I'm gonna feel that in the morning, eitthvað svona Joss Whedon brandar. Já, einmitt. Kætt út og bætt við einhverjum cyborg momentum með lökunni minni. Já, þið tóku út eitthvað svona, og þið tóku líka út eitthvað, þegar Superman spyr Batman, do you bleed? Þegar Batman spurði hann að því í Batman Superman. Já, alveg rétt. Sem meikaði sens þar, en meikar ekkert almennilega sens. Jú, auðvitað blæði Batman, hann er maður. Það var ekki í Snyder Cut. Var það? Nei. Snyder hatar þessa setningu. Já. Af því hann sagði, þetta meikar ekkert sens. Já, áhugavert. Þarna var bara Vítor reynar sniður, eitthvað svona callback í. Já, einmitt. En ef þú pælir setningunni, þá meikar hann engar sens. Nei, það er rétt. Eitthvað, do you bleed? Ákveður spyrir neði, þú veist það. Já, einmitt. Fárlegt. Já, mjög. Já, mér finnst það virkilega töffatri. Já, það virkaði, sko.
Þetta virkaði. Og líka gaman að sjá að því Superman er svo ógeðslega öflugur. Powerful, já. Hann er svo öflugur. Að sjá hann slást, hann er rústaður Justice League. Það átti ekki tjens í hann. En samt vill ekki sjá hann vera vondan eftir að sé þetta fight scene. Nei, því ég vil sjá hann nota hennan, já, þetta er töff fight scene, ég vil ekki heila bíum þetta. Nei, kannski ekki. Og líka, hann var ekkert vondur hann bara var, hann bara spil lost. Áttavöldur og vissi ekki alveg hver hann var og myndi ekki neitt og eitthvað. Já. Mér finnst það mjög töff. Já, ég er bara svo mjög Superman maður. Já. Ég elska hann karakter. Henry er líka geggjaður. Já. Geggjaður kævel. Ég vil fá hann aftur. Já, ekki spurning, sko. Ég er bara, mér langar í Superman 2. Mér langar í Man of Steel 2. Já, mér langar í Man of Steel 2. Já. Og ég vil fá almennilegt af því að hann kom til með hann Gísli sem á Nexus. Já. Og, já, ég sá. Já, hann var að tala um hann dýrka Man of Steel. Já. Og hún veist, sú mynd bara einhvern veginn, já, hún er mjög ofalega hjá hann. Já. Og hann vildi sjá að þessar Snyder svolítið leika sem er þar, þessar hugmyndir, svolítið svona Jésu Kristur pæling. Já. Hann vildi sjá hann leika sem... Alltaf mjög symbolist. Já, hann vildi sjá hann leika sem meira með það. Bara hvað myndi gerast ef svona vera kemur í jarðinnar. Að þetta er sett svona á raunverulegan hátt innan gæsleppa í Man of Steel. Það tekið svona raunveruleg element til að gera þetta meira einstaklega. Já, sko, í Man of Steel. Já. Og hann vildi sjá hann leika sem meira með það. Ég er svolítið sammála. Ég vil að sjá bara þríleik Superman eftir Snyder. Já. Sleppa, býða með, ekki til að tróða Batmanin í það. Já. Leðum Superman svolítið svona að vera að skína þess. Já. Hann er líka, veist, hann er fascinating karakter. Mér finnst geðveikt hvernig þið gerði það í Man of Steel, hvernig þið byggði hann upp og veist, sína, þurfti að halda aftur að þessi sem krakki þegar að vera að búlli hann, minnst þetta allt. Það er að horfa hann aftur eftir. Já, ég er nefnilega, það er síðan sá Man of Steel, en með döðlangur horfa hann aftur. En það er fullt í henni sem er eins og tónlistin í henni. Tónlistin er, þetta er bara eitt besta movie-skor ever. Sammála. Bara byrjun að senan á Krypton, þetta er underrated. Þetta er ótrúlega underrated. Já. Þetta er alveg bara, geggjur tónlist, bara way to start a movie, skilur við. Þú veist, maður er bara svona, wow. Já. Bara komin inn í þetta, skilur við. Og ég man þegar ég sá hann í bíó, að ég var svo spennt fyrir henni. Þetta er líka eitt besti trailer sem ég séð. Það var trailerin, ég man ekki nú hvað var fyrir Man of Steel. Gæðu ykkur trailer. Já. Og eina mennum uppbóðals kvenkins personum ever í bíómynd er í Man of Steel. Feora. Vonda. Hún er savage, maður. Hún er fucking söl. Dialogi milli þeirra þegar hún og Superman er að slást. Sko, bara þú ert weak og þú ert hvað með empathy. Já. Það er klikka atrið líka. Íla, sko. Og þau eru bara búin að víra það úr sér í gegnum áratug af generic eitthvað modification sem race. Fucking deep, sko. Það er gæðvegt. Sick, sko. Þannig ég er mjög spenntur fyrir að sjá hann aftur og ég ætla að horfa líka aftur á Batman Superman. Af því ég sáttu direktorskot af henni. Já. Nei, er direktorskot af Man of Steel? Nei, ekki Man of Steel. Batman Superman. Já, nei, ég er ekki með það. Ég held að það sé alveg 20 minútur lengra eða eitthvað. Hún er betri. Það er betri útgáfa fyrir mynd. Þá hún sem misjöfnu á marga vegu, þá er þetta betri útgáfa. Og ég þarf aðeins að, ég ætla að horfa á hann aftur. Ég ætla hann að gera fyrir podcastið en ég bara hafði ekki tímið það. Langar þér að fá Snyderverse back on track, eða? Ertu game í þetta? Eða það ekki? Sem fellow nerd, skilur við. Við erum ekki að segja, nei, við viljum ekki meira þessu contenti. Hvert heldur þeir fara akkur núna? Hvað heldur þessi framöndan? Þetta eru skrýtni tímar. Þeir viti ekki, þetta eru skrýtni tímar. Já, ég heldur viti ekkert. Ég held að vona bara að vita ekkert hvað. Nei. Ég veit ekki neitt. En ég svara við þessar spurningar, svona já og nei. Ég veit ekki hvort ég vilja fá meira eitthvað af þessum akkurat heimi, en ég vil samt meira af Snyder DC overdóti. Já, hann er nefnilega góður. Þannig ég var alveg til að sjá hann gera Man of Steel 2. Já. Það er svo gott. Hann gæti alveg gert það, en haldið samt svona í kanon, skilur við, að þetta var allt gerst í Justice League og svona. Og líka, ég held að núna at this point, að bara, þú veist, DC er svo ógeðslega convoluted og bara allt er í svo miklu rugli, að þeir eru ekkert endilega að passa sig að mikið og Marvel er að gera. Þeir eru bara, já, svona, þetta er mismyndið, þú veist. Ég held að festingarnar sem er í kringum að halda sem heimi sem eitthvað svona eitt konstrakt. Það eru farnar, löngu farnar. Já, ég held að það sé bara komið svolítið frelsi, bara já, bara svona ekki fara algjörlega út fyrir, bara svona rétt svo. Ég held að, no joke, meirhlutan áhörðunum, eitthvað svo. Já. Þú veist. Já. Ég meina, ég er bara góð mynd. Já. Þó að continuity sé ekki alveg 100%.
það mér alveg sama. Já. En ég væri til að sjá hann klára Superman Trilogy, gera 2 og 3. Það er svo minn draumur. Ég held líka að Henry Cavill á skilið, held ég. Já, minnst það líka. Þannig að svara í spurningunni er já og nei. Okay. Ég vil frekar Man of Steel 2 Já. heldur en Justice League 2. Já, ég er sammála. Þú ert sammála? Já. Ég held að bara byggja karakterinu upp, skilur, með sín megin bíómyndum, skilur, þrátt fyrir að, þú veist, assemble-myndin sé komin. Ég held að bara það myndi vera bara geggja, skilur. Og með Snyderna baka allt, sko. Já. Þannig að sem producer, skilur, svo þetta sé allt með hans twist, skilur, hans creative touch, sko. Hann er svona mistækur leikstjóri. Já. En stundum þá næra hann alveg tíminn. Með eitthvað svona með cool visuals og... Eins og með dialoginu með, hvað heitir hún? Fiora, já. Það er ekta Snyder. Það er Snyder að mínum að í sinu einhvern veginn besta, sko. Það sem þetta er einhvern veginn svona large than life verur og þetta er eitthvað svona, já, og þetta er bara svona dramatíst og cool og intense og svona bara cinematic, skilur við, þannig er henni... En svo er það samt eitt í þessu, þó ég sé búin að segja þetta allt, ég vil fá Snyder að gera aðra menn og stíl og svona. Það fannst mér svona sem fyrir hann, persónulega, það fannst mér Batman sem karakter passa miklu betur fyrir hann. Já. Þegar hann er svolítið svona, Snyder er pínu svona dark. Já. Mér fannst alveg vant að stundum svona smá meira ljós í menn og stíl. Já. Skilur hvað við? Já, það er ótrúlega fair punktur, sko. Það er ótrúlega fair punktur. En ég einhvern veginn bara þegar ég hugsa tilbaka á menn og stíl, það er ég bara svona, ég hugsa bara cool. Já. Ég hugsa ekki bara svona, ég væri til í meiri húmor. Ég hugsa bara, þessi myndi átti að vera cool, hún var cool. Já, en það er búin þess að Snyder hugsaði bara. Hann hefur mér sagt það, ég las eitthvað til að viðtala. Hann hefur bara sagt, stundum hugsaði bara, oh, that looks cool. Kannski engin pæling, engin dýbri pæling. Já, það var hverju dýrskan. En það er líka gaggrinn sem hann fengi á sig. Já. Hann sér ekki dýbra það. Nei, það er bara cool. Já. En má ekki stundum bara eitthvað vera cool. Það sé eitthvað svona deeper cinematic themes í öllu sem stundum er bara að geta það alveg, já. Það er náttúrulega bara hans helstu kostir og hans helstu gallar, held ég, sko. Já. En já, er eitthvað meira svo að bæta við á nú hættum? Ég held ekki, sko. Ég held að ég ætti bara að mæla með að fólk kíkja á það og skoði Snyder Cut. Það gaman sem muni. Já, útrúlega gaman og líka gaman að skoða netinu bara að sjá hver virkilega breytingarnir eru hjá þessum 2 leikstjórum. Já. En all in all, Justice League Snyder Cut er mun betri og já, ég mæli... Þú mæli með því. Já, klálega. Svona alveg í lokin, þá langum við að segja við þá sem er hlustað að horfa, bara takk hérlega fyrir að horfa á bíóblaðar og hlusta. Það voru rosa margir sem sendum skilaboð Snyder Cut. Sem voru að spurja mig. Já. Hvernig hún? Að því ég var svona 50-50 hvort ég myndi gera þátt þessa mynd. Við tölum aðeins það síðast, ég og þú. En svo hugsaði mér, áðinn ég sá hana, ég hugsaði, þetta verður eitthvað drast, ég nenni ekki sítur eða heilum podcastætti það. Svo var ég ánægð með hana. Og út af allir feedbacki, þannig að þessi þátt svolítið fyrir... For the fans. Þetta er svolítið for the fans. Fíla. Þeir vildu fá hana þátt. Já. Og ég hefði samband þig, ég sagði bara, ég veit þú nýbúin að taka upp þátt, en ertu geimja? Þú sagði bara ekki spurning, kýlum á þetta. Alltaf game, sérstaklega fyrir superhero. Nákvæmlega, þannig að bara takk hérna fyrir að koma. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Næst tökum við viljum ekki tala neitt á það núna, næst tökum við Falcon og Winter Soldier, míniseríuna. Ég er alveg sko... Ekki segja neitt. Ekki segja neitt. Ég er bara búinn sem fyrsta. Ég kom með sem smá neikvætt til að segja, sko. Ó, ekki koma með núna. Ekki koma með núna. Þú segir ekki neitt. Við tökum það næst. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig.